Hvenær má stytta og hvenær ekki? Jú, við megum stytta þegar að það er búið að loka allt inni í sem margföldun. Það er engir plúsar eða mínusar nema þá mögulega inn í svigum. Hérna get ég gert 5 sinnum x sinnum x. 5 sinnum x. Ég þarf ekkert endilega að gera þetta svona, en ég ætla að gera það til þess að sýna ykkur af hverju þetta gerist eins og þetta gerist. 5 deilt með 5 er 1. X deilt með x er 1. Ég má stytta þetta út. 1 breytir engu í margföldun eða deilingu. Þess vegna verður svarið x. Hérna 12 er 1 sinni 12, 2 sinni 6, 3 sinni 4. Það er 3 hér, þannig ég ætla að skrifa þetta sem margföldun með 3 sinnum x sinnum x sinnum x. X í þriðja er bara x sinnum x 3 sinnum. Sinnum y. Hérna er x sinnum y sinnum y. Hvað má ég stytta út? 3 á móti 3, x á móti x, y á móti y. Og nú þarf ég að passa hvað er eftir. Uppi 4x í öðru, niðri y. Síðasta 121 er 11 sinnum 11 sinnum x sinnum x sinnum x sinnum y sinnum y sinnum y. Það getur alveg orðið svolítið langt. Sinnum z yfir 11 sinnum 1, 2, 3, 4 y, z. Og ég byrja að stytta z á móti z, y, x, 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 11, 11. Hvað er eftir? 11 y yfir farið x, z. Þarf ég að fara í alla þessa uppsetningu? Nei. En það er betra ef að ég er ekki öruggur á því hvað ég er að gera. Ég get farið eins og hérna á stytt, þetta verður 1, þetta verður 4. Þetta styttist á móti þessu, þetta lækkar 1 veldi af því að það er bara fyrsta veldi hér. Þetta styttir út þetta og þá sé ég, það er 4 x í öðru, passa fjarkinn og tvisturinn er ekki það sama, tek það ekki saman. Þannig að þetta verða 4x í öðru yfir y. Ef ég treysti mér í þessu uppsetningu þá gengur hún, en annars er þessi stundum betri. Og ef ég er í vandræðum, þá get ég alltaf gripið í þessu uppsetningu því að hún er í grunninn öruggari. Það eru minni líkur á ég týna einhverju. En ef ég er að gera þetta hérna, og ég er alveg sama hvaða útgáfu ég tek af þessu, ég verð að vanda mig. Ég verð að skrifa þetta skýrt og greinilegu. Því leiðu þetta er óskýrt skrifað, þá er miklu meiri líkur á ég týna einhverju.